Let's go. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Við höldum áfram taktinu sem við verið í að tala íþróttir fyrir samfélagið og lífið sjálft. Hingað til mín settir komið mikinn reynslu bolta, íþróttakennara og frjálsíþróttaþjálfaran Unnar Vilhjálmsson. Velkomin. Takk fyrir. Já, þú hefur nú verið í þessu í þó nokkur ár. Já, ég búinn að þjálfa í 35 ár. Frjálsar og aðeins körfubolta líka og svona fleiri greinar. En aðalega frjálsar. Og þú byrjar fyrir austan? Já, ég byrja fyrir austan. Ég er stúdent frá Menntaskólanum á Egilsstöðum og svo þar þegar ég klára íþróttakennaraskólann þá kem ég beint austur aftur og þar í 5 ár og byrja strax að þjálfa körfubolta og frjálsar. Og svo ferðu á smá flakk hérna á Norðurlandinu líka? Já, ég var 5 ári á Laugum, var þar með að byggja upp íþróttabraut við framhaldsskólann þar. Svo fyrir ég aftur í Egilsstaði og var þar með líkamsræktarstöð, rak hann í 5 ár. Náði að selja hana og fór svo í Skagafjörð og var þar í 5 ár. Áður en ég kem síðan hérna á Akureyri. Ég er búinn að vera hérna núna í, 15 ár? Já. Nei, 17 ár. 17 ár? Já. Þetta er svolítið langur tími og þú talar að reka líkamsræktarstöð. Núna í dag, hópustunni í líkamsræktarstöðar, ég meina þetta umhverfi, það hlýtur að hafa breyst töluvert á þessum tíma. Já, já. Þarna fyrir austan alltaf var það bara lítil stöð, pínulítil stöð, var íbúðarhús áður. Og við kaupum þetta og rekum þetta hann í 5 ár og það var rosalega mikil vinna og ég ber mikla virðingu fyrir fólki sem að reka líkamsræktarstöðvar yfirleitt. Þetta er ofboðsleg vinna og svo sem ekkert mikill stuðningur frá sveitarfélögunum eða byggist bara á því að ná að vera með eitthvað framboð sem almenningur vill mæta í og svona alltaf samstarf líka við íþróttafélögin á viðkomandi stöðum. Þetta skiptir allt máli, bara eins og segir, fyrir samfélagið að fólk geti leitað ykkur til þess að hreyfa sig, að íþróttafélögin geti leitað í þessi tæki og tól sem í líkamsræktarstöðum. Þetta skiptir máli að vera með svona stöð. Já, virkilega. Og sérstaklega því að í flestum þessum íþróttahúsum er ekki reiknað svo sem með góðri aðstöðu til svona þessar grunnþjálfunar. Þannig að þá er bara ennþá mikilvægt að sé gott þarna samstarf og það er það á flestum þessum stöðum. Þú talar þessi íþróttabraut á Laugum, ég meina það hlýtur að verið magna verkefni að fá að taka þátt í að byggja upp það starf. Já, já, mjög gaman. Það var nýbúið að breyta þeim skóla úr héraðsskóla yfir í skóla sem var að fara að útskrifa stúdenta. Og þetta var virkilega skemmtilegt. Ég er náttúrulega alinn upp í Reykholti í Borgarfirði sem var svona lítill skóli líka. Þannig að maður þekkti svona þennan þorp eða svona þessa litlu staði. Og þetta var mjög skemmtilegt og góður tími. Og líka bara fyrir þig sem þjálfara, þessi mótandi áhrif, bæði hafa mótandi áhrif þá á starf og síðan á einstaklingarna sem út með í höndunum. Það hlýtur að vera gefandi. Já, þetta er mjög gefandi. Maður verður ekkert í þessu ef þetta verður ekki gefandi, sko. Maður er ekki alltaf peningana þarna í þessu, sko. Því að megnið þessum tíma er sjálfbúið að vinna þannig. Maður fær kannski greitt fyrir einhverja þjálfun en það er svo mikil vinna í kringum þetta sem er líka rosalega gefandi. Þetta er nú töluvert margir einstaklingar sem hafa farið í gegnum þá þjálfun hjá þér á þessum tíma. Úff, já. Ég var einhvern veginn að reyna að skoða þetta, sko. Þetta er kannski 159 á hverju ári. Ekki bara í þjálfun, alltaf líka kennslu, sko. Þannig að þetta er ykkur 4.000, ég veit ekki hvað þetta eru, 4.000 mann sem að... Og svo hittir maður sem að sko, spyr, manstu ekki eftir mér, sko. Jú, maður kannski þekkir andlit, sko. Maður er orðinn mjög slæmur í að muna nöfn, sko. Það eru svo margir sem hafa farið í gegnum eftir að hafa verið að bæði þjálfa og kenna í öllu þessu ár, sko. En við tölum bara eins frjálsíþróttaþjálfunina. Já, hún er svolítið öðruvísi á sko, landsbyggðunum, minni stöðum. Já, aðstæðan hún er mjög mismunandi á þessum stöðum sem þú hefur verið að þjálfa. Ef þú fer að segja verið, hvernig aðstæðan hérna, hvernig er hún? Aðstæðan hérna á Akureyri? Já. Hún er náttúrulega frábær utanhús. Við fengum hérna völl fyrir landsmóti sem við héldum hérna 2009. Þá var byggður hérna völlur og sem er besti völlurinn á landinu utanhús. Við erum með 8 brauta mondovöll og það gerist ekki betri. Enda höfum við fengið hingað Evrópukeppni unglinga, þannig byrjun þegar völlurinn kom. Og svo höfum við haldið hérna 2 Íslandsmót fullorðinna og landsmót, unglingalandsmót heldum við líka. Vantar náttúrulega fleiri mót, við þurfum að draga ennþá fleiri mótina því það er það sem byggir upp félagið. Bæði upp á að fá starfsmenn
og tengingu inn í félagið og svo náttúrulega greiðslu fyrir að halda móti í staðinn fyrir þennan endalausa ferðakostnað. Þannig að utanhúsaðstaðan hjá okkur sem því miður nýtist ekki nema 3 mánuði á ári af svona fullu leyti. En svo aftur innanhúsaðstaðan annar mál. Það er svona aðeins erfiðara sko. Er erfitt að fá mót? Þarf að hafa mikið fyrir því? Já, það þarf að hafa mikið fyrir því og við hérna eins og núna til dæmis í sumar þá sóttum við eftir að halda eitthvað mót eða vildum fá mót. Það er gert svona dagskrá fyrir mótin svolítið fram í tíman. Það var ekkert mót á ætlað okkur í sumar. En svo eyðilegst völlurinn, hann Laugardalsvöllurinn sem frægt var þegar þeir voru að reyna að halda fótboltaleik hérna í apríl eða hvernig það var. Þá var keyrt inn með stóra trukka inn á Laugardalsvöllinn og gúmmíið skemmt. Og það var mótið átt að vera þar, meistaramót Íslands fullorðinna. Og þegar við sáum það, þá sóttum við strax að fá að halda móti. En þeir reyndu alltaf að finna einhvern völl fyrir sunnan og voru komið með þetta til Kópavogs, á Kópavogsvöll. En svo var kastaðastaðan þar ekki lögleg. Þannig að við fengum þetta inn í 3. tilraun á síðustu stundu að halda móti. Og rúluðum við alltaf upp, gerðum það bara glæsilega og ég held að það hefði séð kannski enn og aftur að við getum klárlega haldið svona stór mót sko, með þess aðstöðu sem við höfum hérna. Akureyri bara hjálpaði okkur líka verulega með að græja völlinn aftur, svona endurnýja í rauninni bæði aðeins tæki og svona skerpa á línunum og svona sem vilja dofna með árunum sko. Þannig að við fengum góðan stuðning líka frá bænum að halda þetta. En það segir sér samt sjálft að það er ekki hægt að æfa frjálsari við ætla að stefna á allavega afreksþjálfun eða bara hvað sem ég er að stefna á, það gengur ekki að ég sé bara með 3 mánuði, ég þarf að geta æft allt árið um kring. Já, og auðvitað getum við æft allt árið um kring en ekki kannski við bestu aðstæður þannig. Og Bogi náttúrulega var byggður hérna sem knattspyrnuhús náttúrulega fyrst sko. Svo eru settar hérna 4 hlaupabrautir og svona aðstæða í endanum. Og þetta er rosalega þröngt og það líka að því að það er ekki geymslupláss í boganum. Mörkin eru heilt út á vellinum, út á hlaupabrautunum og alls konar dót annað, dráttarvélar og annað sem þarf að gera til þess að halda grasinu góðu. Þannig að það er svona þrengir verulega. Svo koma náttúrulega boltar fljúgandi á 100 km hraða sko. Þannig að það er þessu net en það er svona, þetta er ekki svona, og svona alltaf mikill hávæði eins og fylgir í þegar það er konir 150 manns og menn eru að kalla eftir boltanum og öskra og þetta verður svona ekki kannski akkurat drauma aðstæðan þannig, en við erum þakklátt náttúrulega fyrir það sem við höfum þannig en við viljum náttúrulega gjarnan berjast fyrir enn betri aðstöðu og við vonum að við þurfum allan að reyna að bæta hana sem mest eins og við getum. Hvernig upplifirðu svona samstarf félaga? Nú eru 21 íþróttafélaga, hver eru 40 íþróttagreinar. Er samstarf mikið á milli eða mætti það vera betra? Það mætti örugglega vera meira og betra. Bara síðan ég byrjaði að þjálfa hérna fyrir 17 árum á UEFA, það voru færri greinar. Það er búið að fjölga, ég veit ekki hvað sko, 8 til 10 ára krakkar geta valið marga greinar, örugglega 25 eða eitthvað, mismunandi greinar. Og við vorum aðeins í samstarfi til dæmis við Blakið hjá KA þegar við byrjuðum, vorum með íþróttaskóla í Laugagötunni, litla íþróttahúsinu þar. Og þannig við vorum bæði í Blaki og Frjálsum og svo höfum við aðeins verið með samstarfi við fótboltann. Svona hlaupanámskeið hefur komið fyrir, við höfum verið að, en þetta er mjög svona tilviljanakennt. En ég var einmitt á Frjálsarþingi núna síðustu helgi, þar sem FH var að lýsa sinni samvinnu milli deilda og þeir náttúrulega eru með innanhús frjálsíþróttahús með hallandi hlaupabrautum og þar sem að svona helmingurinn af mótunum eru haldin yfir veturinn. Þeir fá annað hvert mót eiginlega og svo hinn helmingurinn í Reykjavík. Það eru 2 svona innanhús hallir til eða hús. Og þeir eru byrjaðir með samstarf þarna við fótboltann og fá fullt af knattspyrnumönnum inn til þess að prófa frjálsari að hlaupa og hafa sérstakar hlaupaæfingar þar sem við blanda saman þeim krökkum og frjálsíþróttakrökkunum. Kemur meiri félagsskapur og ég held að allir græða sko. Ég myndi að maður hugsa frjálsíþróttir, í grunninn er þetta uppbygging sem að hendar í öllum greinum. Já, þetta á alveg að fara mjög vel saman og við þurfum bara að sittast niður með þetta og vera með svona hreinlega sérstakar æfingar sem eru þá getur nýst báðum. Við höfum hugsað þetta sko að vera með svona æfingar sem er sérstakar hlaupaæfingar. Ég skil vel að kannski að knattspyrnumaður vil ekkert endilega fara í stangastökk sko.
en að hlaupa og taka spretti og hlaupa tækni og allt þetta og nýta þá aðstöðu sem er í frjálsunum. Náttúrulega eins og handbolti til dæmis, þetta er hlaup, stökk og köst, þetta er náttúrulega bara sama og við erum að gera. Stökkva upp, kasta og hlaupa. En það koma oft krakkar úr eins og handbolta sem dæmi og geta kasta spjótinu mjög langt og svo framvegis. Þannig að þetta nýtist alveg þvers og kruss. En eins og við vorum að tala um innanhúsaðstöðuna áðan, hún er líka lykilatriði í því að fá krakka inn og halda krökkum við efnið í íþróttinni. Hvernig staðan á svona þessu yngri flokka barna- og unglingastarfi hjá ykkur hér á Akureyri? Það hefur alltaf verið ágætis mæting í yngstu flokkunum. En það er svo erfiðara þegar þau verða eldri. Þannig að brottfallið náttúrulega er töluvert mikið eins og sem í öðrum greinum. Og það er það sem við þurfum að kannski einbeita okkur meira að reyna og kannski reynilega bara að spyrja krakkana af hverju, ef við næðum í þau þegar þau eru hætt af hverju hættur að mæta, skilur, hvað er það sem og maður svo veit alveg þegar rannsóknir eru gerðar á því af hverju hætta menn í íþróttum, það er félagsskapurinn, hann þarf að vera góður, það þarf að vera skemmtilegt og svo þarf menn að sjá árangur með einhverjum hætti og ef vantar eitthvað tvennt að þessu eða tala um ef allt vantar þá náttúrulega eru þau ekkert að fara að mæta. Þannig að þannig að ég held að eins og ég með samstarfi kannski milli deilda sérstaklega í svona minni félögum þá gætu við haldið fleiri minni í þessu. Ég held að því að félagsskapurinn er stór póstur í þessu. Að hafi krakka á svipuðum aldri á þau og tengið þau saman. Nú erum við að vinna líka hjá smærri félögum heldur en hér. Hérna ertu með bara mörg félög sem eru svolítið sitt á hvað og við á dreif en á minni stöðum er kannski bara eitt félag. Þú gengur inn í félagið og ert að æfa þær íþróttir sem eru þar í boði, meiri samgangur og meiri samvinna. Er þetta svolítið fyrir okkur að við séum ekki búin að sameina fleiri íþróttafélög hérna á Akureyri? Já, sameining eða samvinna, ég myndi byrja á samvinnunni. Það er eiginlega lykillinn að geta sameinað félög síðan. Að vinna meira saman og hugsa þetta aðeins hvað er best fyrir krakkana, foreldrana, skuttlið, allt saman. Ég er einmitt í Eyjafjarðarsveit með æfingar hérna í frjálsum þar sem þetta er beinu framhald af skólanum. Það þarf ekki að skuttla þeim, þau koma bara beint úr skólanum og það koma allir. Það er bara allir krakkarnir sem að mæta. Ég er með það einu sinni í viku og bara rosalega flott mæting. Þarna eru krakkar sem ekkert endilega hafa áhuga á frjálsum í grunninn og maður er með leiki og alls konar en þau kannski, ég get hlaupið hratt eða ég hef gaman að kasta einhverju eða svo er það að klifra í köðlunum og gera alls konar svona grunnæfingar sem að stundum vantar hjá þessum yngri krökkum sem að sérhæfa sig og snemma. Það vantar svona meiri grunnþjálfun eins og held ég en þá í skólaleikum minni en þeir tímar eru bara fáir, ætti að vera einu svona dag. Við skuldum smá pásu, þannig að við kíkjum yfir í auglýsingar og höldum síðan áfram eftir þær. Let's go! Og áfram höldum við í taktíkinni, hann er hjá mér hérna Unnar Vilhjálmsson. Unnar, við erum búin að tala svolítið um frjálsíþróttakennsluna. Þú ert að kenna líka íþróttir inn í Menntaskólanum Akureyri. Íþróttakennslan þar, hvernig fer hún fram? Já, núna náttúrulega erum við svolítið bobba í þessu COVID-dæmi. Þannig að við höfum ekki farið inn við erum með fjósið sem er náttúrulega lítið hús sem er bara eitt blakvöllur að stærð og svo tækjasalur við hliðina og svona í venjulegu skólaári þá höfum við verið að fara með kannski 20 manna hóp inn í salinn og hita þar upp og skipta þeim svo í tvennt og verið í tækjasalnum með helminginn og hinn í einhverjum bolta eða öðrum leikjum. En við höfum verið bara úti í gönguferðum og svona sem er náttúrulega líka bara mikilvæg líkamsrækt og verður kannski bara ennþá mikilvægri núna ef allt lokast þangað til að snjórinn kemur og við förum á gönguskíði. Ef við byrjum þetta saman þegar með krakka á frjálsíþróttaæfingu þá eru þið mætt á æfinguna. Í skólanum ertu með hóp þar sem það er kannski misjafn áhugi fyrir hreyfingunni. Þetta hlýtur að vera áskorun. Þetta er ákveðin áskorun en samt mjög skemmtileg. Mér finnst mjög gaman að sjá einmitt krakka sem kannski hafa ekkert áhuga á íþróttum. Hafi ekki fundist þetta skemmtilegt að koma þeim á stað í rauninni í þetta. Þetta getur verið skemmtilegt Og við erum náttúrulega eins og í fjósinu erum við með tækjasal. Þannig að við erum ekkert endilega að pína einhvern boltaleik sem þau kannski líkar ekki við. Hafa fengið slæma reynslu af áður og þá höfum við tækjasalinn og getum bara, viltu gera þínar æfingar þar.
og þau eiga að búa sér til prógram og þannig að þau eru kannski viðbúin því að nýta sér tækjasal á staðinn. Þannig að við erum ekki alveg eins og í gamla daga að hafa bara hesturinn settur í 8. gat af því þú ert komin í þennan bekk. Þannig var þetta þegar ég er sjálfur í leikum. Þá bara hesturinn settur í þetta gat og þú átt að geta gert 10 uppbyggingar, þá samræmt próf í hverjum bekk og þú átt að geta gert 30 arbeigur og ég hugsaði þessu gamla prófi sem hann var í 10. bekk eða sem var 9. bekk þá. Það er ekki allir sem ná því í dag. Og það er kannski vegna þess að grunnurinn hjá mörgum er ekkert endilega, þau eru miklu feimari með að gera ýmislegt sko. En þessi grunnur kannski er ekkert hjá svona yfir línuna ekkert endilega svo sterkur. Þannig að mismunurinn á krökkunum í dag er orðin meiri heldur en var. Sumir eru orðin svakalega flinkir sko og svo aðrir sem eru svona minna flinkir og hafa minni svona grunn. Og ég hef svolítið ágjörð af því að svona þess vegna þið vilja snara auka og fjölga tímum í skólunum og vera með meiri svona grunn. Það eru ótrúlega margir sem eru bara með slæmir í baki, slæmir í hnjánum og ýmist fyrir oflitla hreyfingu eða kannski of mikla. Það er svolítið alveg mál á einmitt þessum aldri þú ert í menntaskóla og sér komið með alls konar verki. Já, ég er bara hissað, þau eru mörgum með vöðvabólgu í öxlunum og það er kannski líka þau eru að vinna rosalega mikið oft yfir sumarið. Þau eiga náttúrulega bara að vinna, ég man ekki hvað, 16 ára á að vera 6 klukktíma eða það er til ákveðna reglur það sko. En svo er bara oft miklu meiri vinna sko. Stundum komast ekki jafnvel á æfingar á sumrin út af vinnu sko. Það er mjög skrítið sko. Og svo er þau bara þessi orðin slæm einhvers staðar sko. Þurfa að fara í sérþjálfun út af því og það er svolítið sorglegt sko. En er þetta núna, hefur þetta þróast út í þá átt, þetta hljómar, það er þessi stífi rammi, þú þarft að geta gert þetta margar arbeigur og hesturinn í þetta gat. Er þetta orðið miklu félagslegra núna, íþróttakennslan? Já, og þetta er náttúrulega margir þættir í íþróttunum, þetta er ekki bara spurningin hvað þú getur hoppað hátt eða hlaupið hratt eða svoleiðis. En þetta sýnir svona vísbendingar kannski hvernig staðan er svona að hafa einhver viðmið og auðvitað eru kennarar oft með það er ennþá verið að hlaupa svona þetta djúptest sem sumir fá alveg græna bólur yfir sko, hlaupapróf sem sýnir nú svona grunnþolið sko. En það er alveg til krakkar í 4. og 5. bekk sem eiga erfitt með að hlaupa 400 metra án þess að stoppa sko, sem er svolítið sorglegt, þó þau skokkið hægt sko. Þannig að það er alveg stórt bil. Og er þetta staða sem við þurfum að hafa meiri áhyggjur af? Ég finnst það, að þarna ætti að vera alveg bara, þess vegna bara auka tímar í íþróttum fyrir krakkar sem að þurfa meiri hreyfingu sko. Því að þetta hefur líka áhrif á námið, margsanna mál að hreyfiþroski og hreyfigeta og þetta hefur áhrif á einbeitingu, þetta hefur áhrif á svo margt annað í náminu. Ef þú ert úthalslaus yfirleitt, þá hefur líka minna úthald í að sitja og læra og hlusta og einbeita þér sko. Þannig að þetta hangir saman og þarna mætti alveg skoða hinn endan. Við erum búin að gera töluvert fyrir sko þessa betri. Stóra markmiðið mitt í íþróttakennslu, hún lítur að vera að móta einstaklinga sem halda áfram að sinna íþróttum og hreyfingu eftir útskrift. Þetta sé ekki þannig að íþróttir hafi verið það leiðilegar í framhaldsskóla að ég get ekki beðið eftir að klára. Já. Þannig hefur það verið með suma sko, þau hafa ekki farið í sund síðan þau voru kannski í síðasta bekk í grunnskóla sko, aldrei bara í sundlaugina sko. Og það er svolítið sorglegt sko, það getur verið að sé spérhærsla eða eitthvað annað heldur en íþróttin sem slík. En maður finnst samt að þegar þú ert búið með grunnskólan þá viljum við gjarnan halda áfram í einhverju öðru og þegar við erum hætt í menntaskólanum eins og núna á 3. ári hjá okkur þá geta þau valið að fara í jóga, fara í ræktina eða fara í boltaíþróttir svona til skiptis. Þau geta valið bara hvað þau gera, af því að markmiðið er rauninni bara gerðu það sem þér finnst skemmtilegt og er líklegt að þú haldir áfram í og passar og hentar þér. Og þegar þú hætta það hjá okkur, þau séu að þá er þetta bara svona rútína, þau vilja halda þessu áfram. Þannig þarf það að vera. En þetta heitir ekki lengur íþróttir hjá okkur, þetta heldur heilsa og lífstíl. Já. Tímarnir sko. En hvernig er það eins verið fyrir þig að vinna með þetta? Þetta er ekki bara að setja upp þá æfingar, þú hlýtur að vera að vinna þá mikið með þennan félagslega þátt í þinni kennslu. Já, það kemur alveg inn í og mér finnst þetta skipta máli að þau einmitt mæti í tíma og því að svona við ætlum að vera bekkjaskóla. Íþróttirnar er alveg partur af því að búa til svona bekkjabrag og stemningu í bekknum, það farið leiki fyrir árshátíðirnar og efa gömlu dansana sem dæmi og þetta er svona stemning í bekknum að gera eitthvað saman.
Þannig að stundum sjá menn íþróttir eitthvað sem þetta bara spurningum að auka úthaldið, þrek og svona. Þetta er miklu meira heldur en það. Þetta er félagslegi þátturinn og samskipti og allt þetta. Og svo forvarnir. Og svo forvarnir, já. Mér langar svolítið að spyrja út í eins og næringu, að því ég hef mikið pælt í því einstaklingsíþróttir og svo hópíþróttir. Næringin er ofta á öðrum stað og ég veit að það er unnið svolítið með næringu þessu í frjálsíþróttaþjálfuninni. Ertu til að segja mér hvernig vinnið þið með það þar? Nú er ég ekki með meistaraflokki núna, ég hef verið mest með yngstu krakkana og þar náttúrulega erum við að tala um þetta stöðugt að koma með hollt nesti og vera búin að borða réttum tíma fyrir æfingarnar. Það er rosalega vont að borða kannski lítið í hádeginu og koma svo æfingar klukkan 4. Maður sér alveg krakkana út sem að hafa ekki fengið neina almennilega næringu áður en þau koma á æfingar. Margar æfingar er bara ónýtar eiginlega þegar þau koma illa nærð á æfingar. Þannig að við ræðum þetta og hvetjum þau og foreldrana náttúrulega. Við vorum að tala með eins og í skólanu þá ertu með einstaklinga sem hafa mismikinn áhuga á þessu. Frjálsíþróttaæfingin, það er aðeins öðruvísi. Það ertu náttúrulega með þá krakka sem eru mættir til þess að stefna, eru afreksmiðaðir og þú ert líka samt með aðra sem eru mættir þarna á öðrum forsendum. Já, þetta hlýtur að vera svolítið snúistundum að ná öllum svona pakkanu saman sem þessu samfélagi sem þessi æfing er og búa til góða stemningu og láta öllum líða vel. Já, algjörlega. Það er mjög misjafnt á hvaða ástæðum menn koma. Auðvitað er alltaf hópur í þessu eins og öðrum greinum þar sem menn koma út af félagunum. Og stundum koma menn út af vininum eða félagunum og koma út þess vegna á æfingu. En svo verða þeir kannski eftir og vinurinn hættir. Það er allavega sko. Og það er það getur frekar, maður þarf að passa með stelpurnar. Þær vilja stundum hætta sko, fleiri en einn sko, fleiri en tvær í einu sko. Félagsskapurinn virðist að skipta þær ennþá meira máli. Og þannig að maður þarf að halda vel utan um þetta og það er á ýmsum ástæðum sem menn eru í íþróttinni og maður þarf að taka tillit til þess og ekki pressa, eins og hjá okkur, ekki pressa á til að keppa. Það er alltaf hópur sem er ekki að fara að keppa, er ekki tilbúin til þess eða hefur ekki áhuga á því, vill hreyfa sig og það er bara alveg inn í myndinni og erum ekkert að gera úr því mál sko. Þannig að það er allavega ástæði fyrir því, menn er að æfa og svo tikkar inn eitthvað nýtt, sumir allt í einu vilja ekki keppa. Aðri vilja allt í einu fara að keppa og maður þarf að taka bara tillit til þess. En hvernig er eins og í fótboltanum er oft þessi tendens til þess að ég setja barnið sko leið og getur sparkað í boltan þá fer það á fótboltaæfingu og svo getur það atvinnumaður. Í frjálsum, hvernig getur maður verið að koma inn á alls konar aldri, getur verið að koma inn mjög seint, hvenær getur maður verið að koma inn? Já, þau hafa verið að koma inn á öllum tímum. Þannig að það er allavega sko, það er ekkert bundið við einhvern alveg ákveðin aldur sko. Við byrjum með þessu 5 ára sko, við erum með þetta fjórskipti í rauninni. Við erum með 5 til 8 ára, 9 til 10 ára. Þau eru að æfa sama tíma. Það er stór hópur, þar koma þeir inn og fara sko, þau eru að prófa hitt og þetta. Það koma annað krakkar sem að leiðist peysutóg og þoleiki þeirra tekið neðum bolti hvað greinsið það er og vilja vera í svona kannski öðruvísi umhverfi og allt þar á milli sko. Og svo erum við með 11 til 14 ára sem eru byrjað að keppa á Íslandsmótum. Og það er yfirleitt svona flestir sem vilja vera með í einhverjum keppnum. Og það er engin varamaður þarna sko, það mega allir vera með. Þú bara, í hverju viltu keppa. Og þannig er það í frjálsum, en það er kannski kosturinn, það er ekki verið að velja einhvern út úr liði eða búa til einhverja hópa. Eina sem það er boðhlaupið kannski. Og þá reynum við að vera með 2 boðhlusveitir eða vera svo margir sem við getum eða hvað margar sko. En svo þegar við komum í 15 ára eldri, þá fara það að vera svona meira að velja sér alveg bara 1, 2, 3 greinar. Nema þau sem eru í þraut sko, við erum með krakkar sem hafa verið í tugþraut og þá þurfum við að æfa alla greinar. Já. Og svo erum við á meistaraflokkunni 15 ára eldri og svo erum við með líka 30+. Þannig að foreldrarnir og allir sem vilja eldri en 30 ára, það stundum með aðeins yngri jafnvel, þá erum við líka með 2 í viku fyrir þann hóp. Já. Ef við tölum reyna rétt í lokinu því tíminn er að hlaupa frá okkur, ef þú horfir yfir þetta allt saman, 35 ár, að halda sér alltaf, hafa alltaf brennandi áhuga á því sem að gera, hvernig gerir maður það? Ég veit það ekki sko. Mér finnst þetta bara alveg ótrúlega skemmtilegt sko og hef ekki aldrei verið svona þarf ég að fara að mæta á æfingu sko eitthvað svoleiðis. Mér finnst það, já, þetta bara verið virkilega skemmtilegt og fjölbreytt. Þetta er náttúrulega ferðalög, þetta er alls konar hlutir inn í þessu og það er mjög gefandi og skemmtilegt sko. Ég var nú að gleyma einum hóp, ekki gleyma honum sko, hlaupahópnum hjá okkur sko, það er náttúrulega frábært hlaupastarf Rannveig Odds og
Sonja og þau sem hafa verið þarna í kringu það sko, Tobbi og Anna Berglind, þetta er svakalega flottur hópur hérna í hlaupunum sem har staðist þeir frábærlega líka og alltaf stækkandi sko, þrátt fyrir norðlensku aðstæðurnar sko með snjóinn og svona. En þau hafa aðeins komist inn í bogann sko. En nú leiðum við fáum frjálsrættahúsið. Já. Það sem allir geta komið sko, líka í öðrum greinum. Þegar það kemur, og það kemur einhvern tíma sko, þá er sér ekki á þessum stóra lista hana, 10 topplistanum sem á að byggja upp sko. Þegar það kemur og fleiri almenningur getur líka farið að nota meira sko. Þá er ég ennþá spenntari fyrir þessu með innanhúsaðstöðuna. Þannig að það er nóg í boði alveg frá 5 ára og upp úr líka við? Það er alveg í boði og þannig að við erum að reyna að sinna öllum og það er ekki, keppnin er ekki forsendan fyrir því að þú sért með okkur sko. Frábær lokaorð, Unnar. Takk hérlega fyrir komin í settið. Já, sömuleiðis. Og takk áhorfendur fyrir áhorfið í þessum þætti. Í næsta þætti kemur hann Gunnar Örn, yfirþjálfari í útideild KA. Ekki missa okkur þá.